Hello, hello. Long time no see. Það 1. maí í dag og ég var reyndar að vinna í dag. Ég var búin að vinna klukkan 4, kom bara heim og búin að vera bara að horfa. Datt inn í einhver raunveruleika þætti á Amazon Prime og prjóna. Allt að gerast. Líf mitt þessa dagana eins og alltaf svolítið mikið bara ég að vinna og æfa. Ég að æfa mjög mikið núna. Þannig já, mér langaði bara að taka upp kannski svona næstu vikuna, cirka. Ég að vinna helgin og eitthvað, þannig að helgin verður ekki spennandi, en í næstu viku ég að fara norður og það alveg eitthvað svona gaman að gerast. Já, það bara 50. Ég að fara á æfingu snemma í fyrramáli með Klöru systur. Það orðið smá svona hefð hjá okkur að hittast á föstudagsmorgnum og taka hlaupaæfingu saman á bretti. Þannig að það bara ræs 5:30. Kvöldi í kvöld verður bara eitthvað að horfa á YouTube og prjóna. Drullu erfið en skemmtileg eftir á. Klukkan 25 mínútur í 8. Við erum bara á glimrandi góðum tíma. Ég átti ekkert nesti í dag, þannig að það ódýrasti mest næs kosturinn að fara á skálina í Hagkaup. Ok, ég er komin niður í bæ og ætla að stökkva í Metasport að máta topp og ból. Ég var ekkert eðlilega dugleg að spara í síðasta mánuði og var búin að ákveða að ég fengi mér einn nýjan ból í þessu mánuði og mér langar í eitthvað svona sætan lit, helst í stíl við hlaupaskóna mína í einhver svona bleiku. En við sjáum hvað ég finn. Það er svo hvasst að ég veit ekki hvort það heyrist í mér. Ég kem svo ógeðslega sjaldan orðið niður í bæ að ég bara... Það veit ekki neitt. Keyrði oft á móti umferðaðan alveg í bullinu. En ég fann mér geggjaðan ból. Bleikan, of course. Og svo stalst ég reyndar til að kaupa líka íþróttatopp. En ég meina... Ég æfi 6 sinnum í viku, þannig að mér finnst þetta justified. Það alveg hlýtt út í dag. Heilar 11 gráður, takk fyrir mig. En já, þið sáuð bleikabólinn. Svo tók ég bara þennan basic þarna. Ég held hann heiti Meta Usoni toppur. Hann í rauninni bara hvítur og svona í bakið. Þannig já, smá föstudags treat og ætla ég að keyra heim í smá og svo ég að fara í mat hjá Klöru systur fyrir körfuboltaleik. Jæja, næst á dagskrá Grindavík Stjarnan. What an angle! Wow! Shit maður, þessi leikur var eitthvað mesta bull sem ég hef upplifað ever. Þetta var galið. Ég bara ná mig niður, ég get ekki verið að sofa sko. En ég að vinna á morgun, eða annað kvöld, ég á kvöldvakt. Fyrst ég að hlaupa 12 kilometra. Held ég fari bara ríkisringin í Heiðmörk eða eitthvað. Nú ætlum ég bara eitthvað að fara að chilla.
Sofa vel í skuldasvefn. Mjög þreytt. Jæja, helmingurinn af þessu vloggi nú þegar í bílnum. Þannig að við höldum bara áfram þar. Ég svolítið on the go þessa dagana. Ég sem sagt á leiðinni á kvöldvakt í mögulega besta veðri ársins. Ég ætla að koma við aðeins í Kringlunni fyrst. Svo þarf ég að kaupa mér eitthvað smá nesti. Og já. Sko, ég búin að vera geðveikt mikið að spara undanfarið af því að, þú veist, augljóslega, við Stulli að safna okkur fyrir íbúð og svona. Ég fór náttúrulega þannig í Metta í gær. Ég var búin að lofa sjálfur mér að ég skildi kaupa mér eitthvað sem var svona hvetja mig áfram í hlaupunum og líkamsrækt, þannig ég fór og keypti mér ból og topp í gær. Sko, þannig mál með vexti að mér búið að vanta joggingbuxur í smá tíma núna. Allan tíman í helgavinnunni minni, síðan í byrjun mars, mér búið að vanta svo joggingbuxur, sérstaklega fyrir kvöldvaktir. Þannig að ég ætla að kíkja í Gina Tricot og athuga hvort það eru til bara svona basic joggingbuxur sem kostar lítið. Ok, ég fann þessar basic joggingbuxur og svo ég svo skotin í gulu þessa dagana. Þannig ég ætla að pröfa þennan en ég ætla ekki að kaupa hann. Guð minn góður, það er alveg óþægilega heitt úti sko. Þetta var success. Ég greip mér þarna joggingbuxur á 5.000 skall eða eitthvað. Bara mjög næst, þá er það búið. Það er algjör synd að vera að fara að vinna sko. Ef ég ætti eina ósk þá er það að ég geti bara farið í sund og verið í sund í allan dag. En það kemur síðar. Ég ætla að drífa mig í Krónuna og svo vinna. Þannig að við sjáumst bara á morgun. Hlaup og sund done. Bara eitt stykki kvöldvakt eftir. Ég átti sér að hlaupa 12 km áðan en við tókum eina smá villsa beygju út úr Ríkisveginum og hann held ég 12,3, 12,4 þannig að þetta endaði í 13 sem er engin heimsendir. Svo fórum við bara í sund í Salalauginni. Fór í kalda og í pottinn, þannig að ég að vona að það muni taka the recovery þangað sem það þarf. Af því að recovery mitt ekki upp á sitt besta þessa dagana. Þannig að já, nú bara að fara að vippa upp einni 8 tíma kvöldvakt og fara heim að sofa. Þú veist, þú ert búin að fylgjast með lengi þegar þú ert að heyra mig segja í svona 12. skiptið hvað mér finnst leiðilegt að pakka niður. Here we are again. Ég komin að þeirri niðurstöðu að fyrir 3 dagar hrísjaferð þá ætla ég að ná bara í ferðatöskuna mína og fara bara með stóru töskuna. Ég þarf ekki að fylla hana, even though I probably will, og hafa þetta 10 sinnum einfaldara en þetta er right now. Nokkur hjól sem bara orðin partur af jörðinni sko. Say hello. Hello. Þá klukkan orðin 3:15 á 50 og ég að leggjast að norður. Ég nenni ekki að keyra í kápu. Það sko mjög langt sen ég þurfti að keyra sjálf norður. Ég bý svo vel að eiga bara mann sem að keyrir alltaf fyrir mig. En nú þarf ég að keyra fram og tilbaka alone. Stulli örugglega að hrista hausinn og horfa á þetta, en það bara, ég bara á það til að verða svo þreytt undir stýrið, þannig ég þarf alveg að passa mig mjög vel og mögulega að drekka 1 til 2 koffíndrykki á leiðinni. Ég verð að segja á því nýlegast það. Ég í heilgalla frá Gina Tricot, þú veist bara þessum basic, og með þessi glerugu lít ég alveg eins út og appelsínuguli gæinn í auglinn ég. Ég alveg eins og hann right now. Og það vandræðalegt. En it is what it is. Þetta cozy galli og ég vil vera comfortable while I drive.
Þannig að við skulum leggja af stað. Ein strángheðaleg í kvöldmat, en ég er með smá ákall til bensínstöðva landsins. Af hverju er ekki koktelsósa? Hvergi? Þetta er bara fyrir neðan allar hellur. Ég sem sagt fæði mig bara koktel og steiktan á pilsu. Þannig að þegar það er ekkert í koktelsósa þá er ég gríðarlega disappointed. En það er reyndar eitthvað pilsusósa núna á Blendósi sem að hún er alltaf læg. Hún er það líkasta koktelsósa sem hægt er að fá. Skárri en tómatsósa, en still not what I want. I made it. Geggja veður, ferjan að koma. Good times. Ég er svo spennt að komast heim og það er ekki fyndið. Á morgun er föstudagur og ætla að hlaupa 14 kilometra. Það er á dagskrá. Ég er ekkert búin að æfa í þessari viku því ég var einhvern veginn svona frekar tæp á að verða lasin. Þannig að ég bara ákvað að hvíla alveg. Það var bara alltaf gett svona grill eða svona steikt einhvern veginn eftir vinnu. Þannig ég tók bara hvíld og skulda nokkra kilometra. Þannig að það er 14 á morgun, já. Sagði ég ekki 12? Allavega, það er 14. Ég er orðin alveg rugluð í dag. Það verður gott að komast heim og hvíla sig. Þannig já, ferjan er komin og ég ætla að hoppa um borð. Kilometra á dagskrá í dag. Það var sko logn fyrir 3 mínútum og bara gætt næs veður, en nú er að koma rok og rigning. En það þýðir ekki að láta það stoppa sig, við búum á Íslandi. Þannig að nú er bara podcast í eyrun og labla 14 kilometra. Þetta á að vera mjög rólegt. Þannig að ég er að horfa á average pace svona 7 max. Ekkert mikið hraðar en það. Ég er líka búin að vera svo tæpa að vera lasin alla vikuna. Þannig að ég þarf að passa að fara þetta bara sjúklega rólega og líða vel. Let's go! Wow! Gray! Og ég er að fara út að hlaupa. Ég er búin að vakna báða mótnana bara klukkan 8 af því að þegar ég er í hrísi þá tími ég ekki að sofa. Klukkan er núna bara að verða 10, þannig að það er eiginlega bara the perfect time to go. Ég fyrir að fyndi hérna klukkan 1 og svo er ég að fara til Akureyrar á leiksýningu hjá litlu frænku minni klukkan 3, þannig að það er dagskrá í dag. Fínt að get this over with. Það eru 10 kilometrar á dagskrá. Þannig að já, ég ætla að drífa mig af stað. Já. Smá veðurbarinn eftir rokkið. Wow.
komin heim. Ég veit ekki henni, ég beilaði kannski smá á þetta vlog helgina. Allavega, já, svona hluta til. En þessi helgi snerist rosa mikið bara að hlaupa. Ég þurfti að svona sem ég vinna upp úr vikunni af því ég var svo slöpp. Mánudag til fimmtudags. Þannig að ég var bara mikið að hlaupa og svo var ég bara geðveikt mikið að njóta þess að vera með fjölskyldunni minni. Þetta var geggjuð helgi þó hann hafi verið bara geðveikt basic. Og ég get ekki beðið eftir að fara aftur eftir 11 daga. Fórumst við að grenja í ferðinni. Ég borðaði ekkert á leiðinni, ég er að fá mér skyr núna klukkan er að verða 10. En já, ég ætla bara að loka þessu vlogi hér. Og ætli ég byrja ekki bara næsta vlog þegar ég er að fara aftur norður. Anywho, sjáumst þá.